Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur úr Golfklúbbi Reykjavíkur, nýjasta atvinnukylfingi Íslands, var vel fagnað við heimkomu á milli jóla og nýárs. Hún dvaldi með unnusta sínum í Þýskalandi við jólin en mætti brosandi í fögnuð sem haldin var henni til heiðurs í framhaldi af frábærum árangri hennar eftir að hafa unnið sér þátttökurétt á Evrópumótaröð kvenna. Móttakan fór fram í Laugardalshöllinni og sjónvarp kylfings sveif á dömuna eftir þakkaræður, nokkur knús og kossa hjá ættingjum og vinum. Til hamingju með langþráðan draum. Takk fyrir það. Hvað var það sem að gerði útslagið hjá þér í því að þú náðir þessum árangri núna? Ég held ég hef aldrei undirbúið mig jafn vel fyrir neitt á ævinni. Og já, bara ég var miklu öruggur út á golfvelli og með meira sjálfstraust og svo var ég líka með professional caddy sem hjálpaði mér mjög mikið með að taka góðar ákvarðanir og bara líða vel út á golfvellinum. Hversu erfitt var þetta, svona ef þú myndir kannski reyna að útskýra það fyrir áhorfendum? Hvernig var svona tilfinningin þegar þú komst í mótið? Þú standið konið í lokamótið, átt séns á að komast áfram. Hversu erfitt er þetta? Sko, fyrsti dagurinn er alltaf erfiðastur af því að það er smá svona fiðringur í maganum og svo fer hann á næstu dögum og þá er léttara að einbeita sér að bara golfinu og já. En þú byrjar svona nokkuð bara vel en þú kemur inn með svakalega sterkan hring í lokin. Hvað var það sem að gerði útslagið í því að þú spilar svona vel lokadaginn? Það er nú alltaf talin erfiðast í dagurinn. Já, ég held að það er bara einfalda golfið mitt mjög mikið að ég hitti öll grínin og ég var í 12 birdie-færum þannig að í rauninni var 3 undir ekki besta skórið því að mér fannst ég meira inni. Þannig já. En ok, ég spyr þá aftur svona frekar einfaldara spurningar. Leiðir svona vel hvernig stóði og spilar og hittir 18 flatir í tilskildum höggafjölda. Það er eitthvað sem að menn gerir ekki á hverjum degi. Og hvað þá í loka hringi í úrtökumóti? Já, ég hef aldrei heyrt þetta áður. Ég var bara að slá ótrúlega vel og náði bara að vera afslöppuð og já, sveifla mín var bara frábær. Er eitthvað sérstætt í undirbúningnum sem að þú telur að hafi haft mjög mikið að segja? Ég veit að það er margt sem að hafa að segja. Er eitthvað sem stendur upp úr? Sko, ég held að tímasetningin á undirbúning, eða þú veist, hvernig maður skipti upp undirbúninginum. Fyrst vann ég í tækni og svo, þú veist, 3 vikur fyrir þá var þetta meira svona skora og ég var að æfa síðustu 3 vikurnar, þá var ég að æfa 5 klukkutíma á dag. Þannig að það... Undirbúningunum hefur greinilega haft mikið að segja. Þú varst bara mjög mikið að hugsa þetta og æfa þig. Já, og svo lagði ég líka mikið upp úr andlega þættinum. Þannig að ég hef aldrei gert jafn mikið í því heldur. Hvernig gerður það? Það er mjög einfalt bara, þú bara 10 mínútur á dag og það er misjafnt bara hvað hendar þér held ég, þú voru bara að finna þína leið. En þú nefndir að þú fengið eitthvað aðstoð í því? Já, Siggi Raggi, frægur landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta, hann hjálpaði mér. Ég átti þó nokkur Skype samtöl með honum og hann hjálpaði mér bara að finna æfingar og finna út úr öllu hlutunum sem ég langaði að vinna í. Hann kann ekki til golfið það? Jú, ég hitt hann út á golfvelli þannig að ég var í ráðstöfum með honum. Andlið þátturinn er náttúrulega gríðarlega stórt atriði. Þegar þú ert komin á þetta lokastig þá kunna flest allir mjög mikið í golfi en þá er það kannski hausinn. Já, maður þarf að ná að slaka á undir þessari pressu og þetta er meira en að segja það, sko. En þú rúlaði upp? Rúlaði upp, ég veit ekki. Já, kannski. En hvað tekur núna við? Ég verð á Íslandi næstu vikur, 2 vikur og svo bara fer ég 20. janúar í svona kynningarviku á Spáni fyrir fyrsta árs Evróputúrs leikmenn og svo þaðan þá þarf ég bara að koma mér til Nýja-Sjálands. Fyrstu mótin eru þarna langt í burtu. Já, vá, aldrei komið þangað. Og sem sagt, ertu með, hversu mikið þátttökurétt ertu með? Geturðu farið inn í öll mótin?
Sko, það er erfitt að segja. Ég mun ekki komast í mót sem að Michelle Wie og Inby Park er að reyna að komast inn í eins og einhver heimsmeistaramót. En ég ætti að komast inn í svona vonandi 13 mót. Eða ég mun reyna að komast inn í 13 mót. Af því sum þeirra eru mjög nálægt hvor öðrum og ég mun ákveða bara að sleppa þeim. Það er of mikið að fara í öll, það getur enginn farið í öll. Og já, svo eru nokkur mót eins og Evian sem að flestir þurfa að fara í svona úrtökumót fyrir, eða qualifying mót fyrir. En ef þið gengur vel í byrjun, þá getur það hjálpað þér að komast inn í fleiri mót eða fleiri sterkari mót? Já, akkurat. Þannig að byrjunin skiptir máli. Ertu búin að, nú er þetta ekki mjög langt síðan þetta gerist, eru þið fann að huga að undirbúningi? Þú talar að þú hafi verið með mjög vanan Kilvusvein og hann hafi hjálpað mjög mikið. Hvernig ætlar að hafa þessi mál sem aðtölumaður? Ég mun þurfa að finna út í því á næstu vikum af því að já, hann mun ekki geta komið með mér, hann er frátekinn, en já, þannig að hann mun meira skýrast á næstu vikum. Hvað með kostnað? Þetta kostar nú sérkvað að ferðast og svona langt í burtu. Já, þetta mun kosta gríðarlega mikla peninga. Ég held að ég var að skoða flug núna daginn og fram og tilbaka í Ástralíumótin mun að minnstakosti 600.000. Þannig að þetta verður á allt öðru plani en í fyrra. En það er líka að tala um það þegar maður er komin í atvinnumennsku, það er ekkert gott að vera einn. Hvernig ertu búin að hugsa um það? Já, ég hef verið mjög heppin hingað til og á gott fólk bak við mig. Og Tómas mun reyna að koma með mér einhver mót og Kærastinn? Kærastinn minn, já. Og Alfreð er búinn að panta að koma í eitthvað mót og þannig að þetta mun skýrast, reddast íslenska mótin. Heldur þú komið til með að spila eitthvað golf í íslensku á EM-mótaröðin á næsta ári? Hvernig dagskráin lítur út þá held ég nú ekki, en maður er náttúrulega einblín á þetta. En eins og sagt ég þá það er erfitt að komast inn á mótaröðina en það er jafnvel ennþá erfiðara að halda þátttökuréttinum. Hvað þarftu að enda meðal rúmlega 100 efstu í árslok? Og ég var að skoða þetta daginn, ég man ekki alveg, ég held að það sé 80 efstu sem að halda áfram á næsta ári. Og svo er einhver annar, þetta er allt eftir kategóríu, þannig að svo er einhver önnur kategóría fyrir aðeins neðarsæti en það. En hvernig leggst þetta verkefni í þig? Bara spennandi, hlakka til. Hvar varstu að koma heim hérna núna milli jóla og nýjárs? Hvar varstu yfir jólin? Ég var í Þýskalandi yfir jólin og ég var bara að lenda 1,5 tíma fyrir þessa athöfn, þannig að þetta var búið að vera svakalegt. Ég lendi, það var hálftíma seinkun að við komumst inn í fríhöfn, svo kom taska mín örugglega seinust á bandið og ég var tekinn á tollinum. Ég hef aldrei á ævinni verið tekinn á tollinum, þannig að ég bara rétt náði hingað klukkan 6. Og hvað verður lengi á Íslandi þangað til þú ferð í fyrsta móti? Ég verð á Íslandi þangað svona mið-janúar, svo þarf ég að fara hana til Spánar. Og hvað heldur að verði lykillinn að því? Ég veit þetta er erfið spurning. Hvað heldur að verði lykillinn að því að þú munir ná að halda þátttökuréttinum? Það verður Ég held að sé bara að geta haldið hausnum í lagi og vera duglega að æfa áfram, finna bara hvað hentar mér. Heldur þú að ég er eftir að eiga fleiri Skype samtöl við fyrirverandi landsliðsþjálfara í knattspyrnu? Já, klárlega, ég mátti að þurfa hjálp með þetta nýja markmið. Gangi yfir. Takk fyrir.